fundarsal bæjarskrifstofunnar á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 282. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Í byrjun áður en ég kynni dagskrá óskaði eftir við bæjarfulltrúa að fá að leita atburða frá dagskrá og taka fundargerð bæjarráðs númer 644 hér til umræða atkvæðagreiðslu, þar sem þetta er síðasti fundur ársins, hreyfir einhvern í andmælum. Svo ekki, þá hún tekin hér og verður þá allir við gerum ekki samkvæmt hefðinni, höfum hana þá fyrsta lið hér til umfjöllunar og það þá dagskrá þannig að hér er fyrst þá fundargerð bæjarráðs númer 644 og vekja athygli á því að undir bæjarráð fjallaði þar fundargerð sem hér voru á boðaðri dagskrá áðan, eins og lög gerir ráð fyrir. Síðan er hér þá næst fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 249, landbúnaðarnefndar númer 25, hafnarstjórnar númer 233, menningar- og nýsköpunarnefndar númer 20, safnanefndar númer 13, öldungaráðs númer 2 og barnaverndarnefndar númer 111. Þá er hér undir liðnum almenn mál einn liður sem er Rafveitu Reyðarfjarðar, málefni Rafveitu Reyðarfjarðar frá síðasta fundi bæjarstjórnar sem fjallar sölu Rafveitu Reyðarfjarðar til rafrygg og orku sölunar. En þá göngum við til dagskrár og byrjum hér á fundargerð bæjarráðs númer 644. Orðið laust hana. Eydís Ásbjörnsdóttir hefur kveðið sér ljós, gjörðu svo leikis. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðir gestir í sal. Ég ætla að fara yfir nokkur atriði í fundargerð bæjarráðs númer 644. Það er liður 1 og Rafveitu Reyðarfjarðar. Ákvörðun sölu Rafveitu Reyðarfjarðar til RARIK og orkusölunar er vísað til bæjarstjórnar og verður mál tekið hérna undir almenn mál hér síðar á fundinu. Einnig voru lagðir fram 10 tölvupóstar sem hafa borist bæjarfulltrúum og á bæjarskrifstofuna þar sem mótmælt er fyrir höfri sölu Rafveitu Reyðarfjarðar. Liður 2. Lagt var fram bréf Íslenskrar orkumiðlunar frá 16. desember 2019 þar sem óskað er eftir að fá að gera tilboð í þær eignir Rafveitu Reyðarfjarðar sem ráðgert er að orkusalan kaupi í tengslum við sölu á rafveitunni. Bæjarráð getur ekki tekið afstöðu til erindisins þar sem það er þegar komið fram eftir að söluverð til orkusölunar var ákveðið og birt opinberlega. Það er liðir 3 og 4. Það er sent til tillögu til þingsályktunar 5 ára áætlun ásamt, það er sem sagt það er í rauninni þar sem að við ítrekum fyrri bókun okkar samgöngu áætlun og ég ætla að bara að lesa hana hérna upp með leyfi forseta. En þessi bókun var lögð fram hérna 1. nóvember 2019 og henni var skilað inn í samráðsgátt. En bæjarstjórn Fjarðabyggðar vill koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri vegna 5 ára aðgerðaáætlunar í samgöngumálum og 15 ára samgönguáætlun sem nú er til umfjöllunar í samráðsgátt stjórnvalda. Þetta var það sem var sent inn. Fyrir það fyrsta mótmæli bæjarstjórn Fjarðabyggðar því að framkvæmdir við Suðurfjarðaveg þjóðveg 1 milli Reyðarfjarðar og Breiðdals séu settar á 3. framkvæmdatímabil 2030-34. Bæjaryfirvöld í Fjarðabyggð hafa margoft bent á mikla þörf að bæta umferðaröryggi á þessum vegi. Enda eru margir kaflar hans mjög hættulegir samkvæmt alþjóðlegum umferðarstöðlum. Sérstaklega er þörf á endurbótum í sunnanverðum Fáskrúðsfirði ásamt botni Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar. Þar sem 3 innbreiðar brýr. Með sameiningu Fjarðabyggðar er Suðurfjarðavegurinn einnig orðinn þjóðvegur í þéttbýli sem fer mjög mikil umferð fólksflutningabifreiða vegna atvinnu og skólasóknar. Vöruflutningar með afurðir tengdar sjávarafurðum
sjávarútvegi og laxeldi sem er hluti af grunnatvinnuvegum fjórðungsins ásamt einkabifreiðum sem hefur fjölgað mjög í takt við ferðamennsku. Því þolir enga bið að áðurnefndi kaflar veri lagfærðir og verða lagfærðingar að verða fyrr á ferðinni en nú er ætlað. Þá ítrekka bæjarstjórn Fjarðabyggðar að nauðsynlegt er að ráðast í rannsóknir á hringtengingu með jarðgöngum á Austurlandi strax á næsta ári. Og þeir kostir sem nú eru nefndir í skýrslu starfshóp Seyðisfjarðargöng verða rannsakaðir samhliða til að flýta þeim framkvæmdum eins og kostur er. Ljóst er að hringtenging samfélagsins á Austurlandi er sá kostur sem mun skipta sköpum í framtíð byggðar á Austurlandi og því mikilvægt að þær framkvæmdir komist sem fyrst að. Þá vekur það nokkra athygli að í 15 ára áætlun þar sem taldar eru upp ferjuleiðir sem er hluti af grunnnetinu er ekki talið upp Mjóafjarðarferjan. Vona bæjarstjórn að þetta sé vísbending samgöngumál Mjóafjarðar verið leyst með öðrum hætti er líður á tímabil samgönguáætlunar. En af sjó eins og nú er stærsta hluta ársins. Sé það ekki raunin verður brugðist við með öðrum hætti þar sem landsamgöngur við Mjóafjörð eru ófærar lungan af árinu og þrátt fyrir að íbúum þar hafi fækkað. Þá eiga þeir skýlausan rétt á þeirri grunnþjónustu sem samgöngur eru. Einnig leggur bæjarstjórn Fjarðabyggðar þunga áherslu á að Norðfjarðarflugvöllur komi inn í samgönguáætlun sem sjúkraflugvöllur eins og hann er í dag vegna staðsetningar sinnar við umdæmissjúkrahús Austurlands á Norðfirði. Bæjaryfirvöld og fyrirtæki á staðnum fjármögnuðu endurbætur á flugvellinum til helming á móti ríkisvaldinu fyrir nokkrum árum til að hann stæðist lendingakröfur sem sjúkraflugvöllur og til að ljúka því að hann geti sinnt því hlutverki með sóma. Þarf að koma til uppsetningar nýra lendingaljósa þar. Það er því krafa sveitarfélagsins að til þeirra framkvæmda komi fé á 5 ára aðgerðaráætlun enda yrði slíkt bæði til mikillar styrkingar fyrir sjúkrahúsþjónustu á Austurlandi ásamt sparnaði í sjúkraflutningum innan svæðisins. Einnig vill bæjarstjórn Fjarðabyggðar vekja athygli samgöngu yfirvalda í tengslum við hugmyndur veggjöld í jarðgöngunum að íbúar Fjarðabyggðar í suðurhluta sveitarfélagsins þurfa að fara í gegnum 2 jarðgöng, Fáskrúðsfjarðargöng og Norðfjarðargöng. Er þeir sækja sjúkrahúsþjónustu, framhaldsskóla á Norðfirði. Fjarðabyggð er eitt atvinnu- og þjónustusvæði og slík gjaldtaka er því auka skattlagning á íbúa þessa sveitarfélags og við það getur bæjarstjórn Fjarðabyggðar illa unnað. Verði ákvörðun slíka gjaldtöku engu að síður að veruleika er nauðsynlegt að menn sjáu þess merki að hún skili sér í auknum samgöngubótum í sveitarfélaginu í nútíð en ekki langri framtíð. Þetta mun svo vera sent áfram á alla þingmenn Norðausturkjördæmis einnig. Takk fyrir. Takk fyrir Eydís. Rétt að taka fram að liður 5 í fundargerð Bæjarráðs og sömuleiðis liður sem er þá 4 í fundargerð eignarskipulags umhverfisnefndar. Ragnar Sigurðsson hefur vakið athygli á því og óskað eftir því að þeir verið teknir sérstaklega til umræðuatkvæðagreiðslu sem tengjast umsögn til skipulagsstofnunar, til matvælastofnunar vegna aukinna framleiðslu laxa á 3000 tonum af laxi í sjókvíum í Reyðarfirði. Það sem hann í fyrri störfum sín tengdist umsóknarferlinu sem þá var löngu hafið og hefur orðið við því ef bæjarstjórn gerir ekki athugasemdir við slíkt að það verður sá liður verið tekið hér sérstaklega til umfjöllunar áður við afgreiðum fundargerð Bæjarráðs að þessum liðundaskildum, tökum svo liðin til umfjöllunar og afgreiðslu og eins í eignarskipulags og umhverfisnefnd. En orðið er laust fundargerð Bæjarráðs, Ragnar Sigurðsson gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir í sal. Örstutt varðandi fundargerð Bæjarráðs nr. 644, liður 2, aðkomað sölu rafveitu Reyðarfjarðar. Fundinum barst bréf eins og sagt er að
hér kom til á borð Fjarðabyggðar í gær óskum viðræður frá íslenskri orkumiðlun þar sem þeir vilja ræða þann sölu hluta sem fyrir ætlanir eru að selja til orkusölunar. Auðvitað það svo að við erum komin ákveð langt í þessu ferli og búið að eiga sér stað viðræður við Rarik og orkusöluna kaup á rafveitunni og eins og fram hefur komið þá er ég hlynntur þessari sölu og stóð hér að bókun í síðustu viku þess efnis. Ég hins vegar hugsi yfir því þegar að fram kemur hér aðili sem á sama samkeppnismarkaði og orkusalan og leggur fram ósk viðræður hvort að ekki sé réttast að verða við því, sjá hvað þeir eru með í höndunum, taka viðræðurnar án þess að hafna nokkru eða fresta eða fara nokkuð lengra með ákvarðanir sölu. Við erum auðvitað búin að leggja á það áherslu að selja til opinbera aðila og viljum að þetta sé í höndum opinbera aðila. Ég tel að það sé mikilvægt gagnvart dreifiveitunni en sölu hluti Rafveitu Reyðarfjarðar bara á samkeppnismarkaði og það að sá þáttur sé í opinberri eigu, ég spyr mig hvað má það kosta? Og ég spyr mig eins og ég hef lagt til við fulltrúa Bæjarráðs og við bæjarfulltrúa hér, ekki ástæða til að staldra við og minnstakosti heyri þessum mönnum hljóðið, sjá hvað þeir hafa að bjóða. Það ekki skylda okkar hér inni að sjá hvað menn eru tilbúnir að bjóða í þennan hluta rafveitunar? Það ekki skylda okkar gagnvart dreifirðingum að sjá hvað við mögulega getum fengið fyrir hennar hluta? Ef að það sjónarmið okkar að það tilboð toppi það ekki, ef svo má segja, að þetta sé í opinberri eigu, nú þá liggur bara svo afstaða fyrir. Og eins og ég segi, ég hef allan tíma sagt, ég fylgjandi þessari sölu, ég reiðubúin til þess að ganga að samningum við Rarik og orkusöluna, en í ljósi þessara gagna sem að fram hafa komið, þá tel ég eðlilegt að við förum í þessar viðræður, sjáum hvað menn hafa og eru tilbúinir að leggja borðið, áður en við förum eitthvað lengra. Það enginn að tala hér að hætta við söluna eða eitthvað slíkt. Orðið lust undir fundargerð Bæjarráðs. Það óskattir að fá að kveða mig hljóðs aðeins hér og koma inn á 2 liði þrjá liðir endur í fundargerð Bæjarráðs. Kannski aðeins að byrja öfuð mig, ég ætla að fá aðeins að tjá mig bara tillögu þingsályktunar samgönguáætlun árið 2020, 2024 og síðan sömuleiðis þess að kalla 5 ára áætlun og 15 ára áætlun og bara taka undir með eins og því sem formaður Bæjarráðs kom hér inn á áðan að fyrir umsögn sem við sendum inn á sínum tíma árétta öll þau mikilvægu mál sem við fórum yfir þar og ekkert að fara í fyrsta skipti frá okkur núna í umræðinu samgönguáætlun. Það liggur fyrir algjörlega að við höfum lagt á það mikla áherslu við samgönguyfirvöld núna síðastu ár að Suðurfjarðavegur komi inn fyrr heldur en áætla alltaf þessar áætlun. Hann núna á þessu 3. framkvæmdatímabili sem allt og langt í. Suðurfjarðavegur eins og kom fram í okkar umsögn núna í haust við þessi mál. Hann þjóðvegur í þéttbýli. Hann algjörlega barnsins tíma, þann tíma þegar að vegi voru malbikað, þegar var að vera að ljúka þessum svo kallaða hringvegs malbikun, það sem voru teknir vegi sem voru ekki nógu stórir, ekki nógu burðamiklir, þeir voru malbikað enga síður átt svo farið í frekar endurbætur. Það þarf að gerast. Nákvæmlega svo við fórum inn á Mjóaferðarferðina, við svo böndum á að það væri ánægilegt að sjá að menn væri búin að taka Mjóaferðarferðina út úr 15 ára áætlun, það gefa okkur vonum það að hlýta að vera að koma göng eða vera að leysa
samgöngum vanda Mjóafjarðar þá með öðrum hætti, því að það liggur fyrir að ferjur eru það sem menn get ekki átt verið í samgöngum með öðrum hætti. Þannig að það er ýmislegt svona sem er þarna undir, sem við erum að ítreka núna og verður fróðilegt að sjá bæði þessari ágræslu núna og síðan skilst mér samgönguáætlun komið ef ég hef ekki miskilið meir en svo á næsta ári, svo áframhaldandi útfærsla á henni fyrir vorþingið. Þannig ég vona að það á þetta vel hlusta og ég treysti því að þingmenn okkar taki undir þetta eins og önnur þau mál sem brýn eru, hvað var það sjúkraflugvöll og fleira, þetta er ekki bara, við erum ekki bara að tala um milljarðaframkvæmdir í þessum umsóknum okkar, heldur líka bara sjálfsagð og eðlilega hluti. Þannig ég treysti því og vona að þingmenn þvert á flokka norðaustu kjördæmis taki þetta upp á sína arma, þessa umsókn þegar hún berst heim núna aftur og ítrekka ásamt náttúrulega samgönguyfirvöldum og samgönguráðherra. Aðeins núna hér að lið 2 sem er aðkoma sölu Rafveitu Reyðarfjarðar og því bréfi sem hér var barst í gær, seinnipartin í gærkvöldi til sveitarfélagsins frá Íslenskri orkumiðlun sem er fyrirtæki sem er í dreifðu eignaraðild einkaaðila og hefur verið að miðla orku til heimila, eða selja orku til heimila. Og kannski í framhaldi af því sem Ragnar Sigurðsson bæjarfulltrúi sagði hér áðan. Ég verð að segja að mér finnst fyrir mína parta afar sérstök viðskipta siðferði eins og þetta. Nú liggur það fyrir að við opinberuðum síðasta 5. dag þegar við tókum það ákvörðun að fara í kynningafund og fara svo og boða þennan aukafund hér í dag til bæjarstjórnar til ákvörðunar, þá leið opinberuðum verð eðlilega þessara samningaviðræðna sem voru búin að standa við Rarik og Orkusöluna. Það er svo að Orkusalan er eigu Rarik, er dótturfélag Rarik, tilkomið vegna breytinga á raforkulónum árið 2006, þar sem fráskildi skilin, flutningur og sala. Þráttur að hægt sé að fara í mikla hártóni þá er það í opinberri eigu, það fyrirtæki. Allt frá því að þessi umræða hófst í okkur þá hefum við talið mjög mikilvægt að Rafveita Reyðarfjarðar verð af sölu hennar, hún fari til opinberra aðila. Við getum haft á því skoðun, auðvitað er þess að lögum skal dreifikerfi fara í hendur, dreifikerfi mega bara í höndum opinberra aðila sem betur fer, er það nú í lögum á Íslandi. Og leið að söluhluti, framleiðslan, sem þessi litla framleiðsla okkar sem við erum að selja einnig, hún færi á sama hátt til opinberra aðila. Það getum við haft öll ýmsar skoðanir á, en það er allavega, hef ég skilið fram að þessu, verið pólitísk samfæring, svona þvert að flokka hér, að væri rétt að væri, því að rafmagn, dreifing rafmagns til einstaklinga, sala þess, er allavega mínu mati, og það er mín pólitísk samfæring, á ekki að vera á einhverju markaðstorgi, heldur á að vera í höndum hins opinbera. Til þess að tryggja fólki þess að það grunnþátt sem hann er, og við erum svo áþreifanlega vörfið í óveðrinu í síðustu viku, hvers konar gríðalegu grunnþáttur rafmagnið er fyrir okkur. Við getum bara haft á því skoðanir og það er bara eðlilegt og sjálfsagt að þetta eigi að vera betur komið í höndum einkaaðila, það getur vel verið. En með það fórum við fyrir augum í þessa samninga viðræður. Það var spurt á íbúafundinum í gær, teljið þið ykkur hafa hámarkað verðmæti þessa sem þeir eru að selja. Við bentum þá að allavega svaraði ég fyrir mínan parta og heldur fyrir okkar hönd að við töldum í samningaviðræðum þá kemst maður niðurstaða sem báðir aðilar orðnir ásáttir um það. Það var kynnt söluverðmæti og á hverju hún byggði, fjármálastofa gerði það, sem við teljum vel ásættið, 17-föld EBITDA. Við það gætum eflaust, hefðum með opinu auglýsingu hugsanlega geta hámarka verðmæti sölu þess meira. En við töldum það brýnt. Þetta væri á höndum slíkra aðila. Á þeim grundvelli voru birtar þessar tölur til þess að það væri upp á borðinu fyrir íbúa, til þess að taka afstöðu til á fundunum í gær. Eða hafa það til hliðsjónar, hvort sem við væru sammála því eða ekki. Síðan er bara grundvallar og ég ber mikla virðingu fyrir þeim með rökum hjá fólki og skilðu rök vel sem telja þetta sé ekki rétt að selja. En við kynntum vel og vandlega hvaða forsendur lágu að baki þeirra ákvörðun hér. Hún var ekki tekin og léttvæðan hátt svo ákvörðun, eða hún var ekki tekin að vel ígrunduðu máli. Þetta er til langa skoðun á fjárhagslegum forsendum, á þeim forsendum við vildum tryggja þessa þjónustu til frambúðar
og hún færi þau hendur aðila sem væri á staðnum, væri að fullu í opinberri eigu og væri hér að reka starfsemi sem Rarik á Austurlandi með starfstöðar, með afl til þess að takast á við og í samhliða því hefum við rætt við Orkusöluna þennan kauphluta sem rétt að taka fram að sjálfsögðu samkeppnismarkað og hver og einn á Íslandi getur valið við hvernig hann skiptir. Þegar maður birtist líka tölur þá er maður búin að segja að hér komin verðmæti. Að fá þá bréf sem segir, svo ég vitni það bréf því það ofnbært gagn eftir að Bæjarráð tók þetta fyrir áðan og Bæjarráð tók þá afstöðu til þess áðan að við teldum ekki rétt að taka afstöðu til þess sem var komið þar sem það kemur hér eftir að þetta verð hefur verið birt opinberlega í fjölmiðlum og í fundagerðum þá kemur hér fram Íslenska orkumiðlun vill að þessi tilefni upplýsa bæjarstjórn Fjarðabyggðar félagið hefði mikinn áhuga að gera sveitarfélaginu tilboð þann hluta sem áætlar Orkusalan kaupi samkvæmt tillögunni, það er að segja raforkuviðskipti rafveitur yfirtöku á samningum við Landsvirkjun ásamt rafstöð og stíflu er ráðgert að Orkusalan kaupar eignir á samtals 130 milljónir. Er það von Íslenska orkumiðlun að félaginu verið gefið tækifæri að gera sveitarfélaginu tilboðseignir áður en endanleg ákvörðun um söluröðunin tekin og jafnframt Íslenska orkumiðlun taka fram á grundvelli upplýsinga sem fyrir liggja að þær eignir sem ráðgert sér Orkusölunni að kaupa 130 milljónir er síst of hátt og eru allar líkur á að tilboð Íslenska orkumiðlun við herra en það. Ég hef ekki mikla samfæringu fyrir því að það verði herra. Eðlilega vilja menn ræða en í þessu bréfi er það gefið til kynna að það sé hugsanlega hægt að gera þetta tilboð. Að ganga þá tilbaka úr þeim samningaviðræðum sem átt sér stað eftir að slíkt verð hefur verið boðað, það finnst mér bara ekki rétt. Það hefur verið miklu einfaldur og eðlilegra að auglýsa þetta bara með opnum hætti, þennan hluta og segja, bara hæstbjóðandi fær þetta. En við tókum þá ákvörðun í byrjun að ganga til þess að viðræðna á þeim grundu, sjá hvað við hefðum, kynna það sem við tókum á hér ákvörðun síðan, kynna það og þá er búið opinbera tölu. Við erum ekki að selja bíl, hæstbjóðanda. Við erum að selja eign úr opinberi eigu sem við viljum fara með aðra opinberi eigu. Þess að tryggja ákveðin grundvöll þessi hér áfram. Síðan getur maður haft á því mismunandi pólitíska skoðanir. Hvernig raforkukerfinu Íslandi sé best háttað, en í þessa viðræði var lagt með það fyrir augum að við teldum að það væri skynsamlegt að það væri undir opinberum aðilum. Sú samfæring mín hefur ekkert breyst. Hér eftir. Hvað harðast gagnrýni hefur komið fram á breytingu raforkuumhverfis Íslandi er svo hræðsla íslensks almennings og íslensks velnins fólks að það sé vera að markaðsvæða endanlega raforkuna. Það er búið að markaðsvæða hluta með samkeppni, frjáls samkeppni, hvar þú kaupir. En það hefur komið í gegn verulega að fólk hefur að því áhyggjur vegna þess að þetta er grunnþáttur í lífi fólks. Ég hef skilið þá og ég hef tekið undir það að það sé ekki rétt til frambúðar. Þetta fyrirtæki er gott og gilt, það er grundvallað á lögum sem nú eru, hefur sín tækifæri, en við fórum í aðra viðræður, þess að teldi ég inn á Bæjarráðsfundi áðan og tel það hér áfram að við höfum að standa við það. Það er eðlilegt í viðskiptum sem mann hafa startað til. En sjálfsagt með getum við haft á því aðra skoðanir. Orðið er laust, Einar Már hefur beðið orðið. Forseti, örfá orð varðandi þetta erindi frá Íslenskri orkumiðlun. Ég vil nú segja eins og að ég var nú í fyrsta lagi afar hissa á að þetta erindi skildi berast. Ég var þeirra trúar að það væri eitthvað örlítið hærra siðferðismörkin hjá þeim sem væri í slíkum viðskiptum. Það er að segja að menn færi ekki á stað þegar búið að vera að birta tölur úr samningaviðræðum að það lægi fyrir ákveðið verð, þá kæmi menn í kjölfarið og vildu fá viðræður um það hvort það væri hugsanlegt og ef til vill hægt að hafa þetta eitthvað hærra. Sko, ég verð bara að segja algjörlega hreint út, ég kann bara ekki við svona vinnubrögð. Þetta er siðfræði þeirri gerð sem að mér hugnast ekki. Því að annarkvort hafa menn áhuga á viðskiptum að láta þá vita af því í tíma,
en ekki þegar að samningaviðræður eru komnar á það stig að það er búið að birta tölur. Þá hljóta menn að hinkra og sjá, klárast þetta eða klárast þetta ekki. Ef það klárast ekki, þá láta menn vita, við erum tilbúnir að taka upp þráðinn þar sem frá var horfið. Þetta hélt ég bara að væri svona almenn siðferðileg hugsun manna, alveg sama hvort væri í viðskiptum eða hverju. En það er lengi eftir að koma óvart og ég verð að segja alveg eins og að þetta kom mér mjög óvart. Ef við ætluðum síðan að taka þátt í þessum leik, í hvaða stöðu varum við þá? Hver var trúverðuleiki okkar? Ef við farum í samningaviðræður við aðila, þar sem það lægi algjörlega fyrir, við erum búin að ákveða það, við ætlum að vera í viðræðum við opinbera aðila og við erum búin hér að komast að niðurstöðu í samningum og við tökum síðan afstöð til þess að sjálfsögðu í bæjarstjórn en hvergi annar staðar að lokum. Ef við segðum síðan, nei, hörðu, við þurfum aðeins að hinkra við, við ætlum að kanna hérna því að var einhver businesshópur sem að telur að hann geti hugsanlega eftir við borga okkur eitthvað meira. Við erum að taka smá tími að ræða aðeins við þá. Já, hvernig skilja hinir aðeinar það? Það hlýtur að vera lítið á þetta sem bara þannig að menn sé að hafna samningum. Og ég get ítrekað það sem hér kom fram hjá forseta áðan, að ég hefði aldrei nokkuð tíma verið tilbúin að taka einu þátt í ferli ef að þetta ætti að fara á uppboðsmarkað. Bara aldrei. Bara algjört skilur að minni að hálfu að það veri opinberir aðilar sem við rætt verið við og enga aðra. Þessna finnst mér, ég get alveg sætt mig við orðalag bæjarráðsins að taka ekki afstöðu til erindisins, en ég hefði eiginlega viljað hafa það ennþá harðorðara en til þess að væri full samstæð þá skil ég það vel að menn hafi orðalagi á þennan hátt. En auðvitað hefði átt að senda mönnum eitthvað lítið vísdómskver siðferði það þegar að þetta var í svarað. Fyrir einan Ragnar Sigurðsson við orðið, gerðu svo Ragnar. Ég ætla ekki að leggja dóma á siðferði þess að koma með þetta tilboð. Ég hins vegar spyr mig að því hvenar áttu þeir að koma með tilboð og lýsa yfir áhuga á því að reyna að semja eða hefja viðræður við Fjarðabyggð. Þetta var trúnaðarmál eins og framkemur í bréfinu hjá þeim. Þá ákveða þeir að senda okkur þetta bréf með óskum viðræður eftir að þeir verða málsins áskynja í fjölmiðlum. Og þetta kom fram í hádegisfréttum RÚV í gær og hér ég get tekið undir flest allt það sem að Jón Björn sagði. Dreifikerfið í opinberri eigu, hitt á samkeppnismarkaði. Ég var þess fullviss að við værum að ganga að ásættalegu kaupverði fyrir rafveituna. Mínar skyldur eru hins vegar gagnvart íbúum Fjarðabyggðar og sérstaklega reiðfirðinga í þessu máli. Ekki þeirra raforkufyrirtæki sem við höfum verið í samningaviðræðum við, þó svo vissulega berum við skyldur og heilindi gagnvart þeim samningaviðræðum sem við höfum verið í. En skyldur mínar eru fyrst og fremst hjá kjósendum hér og við höfum ekki gengið að neinu. Hér eingöngu aðili sem óskafti viðræðum. Við þurfum ekki að hafna né samþykkja neitt. Eingöngu að kanna hvað liggur á borðinu. Fyrir orðið röst. Rúnar Már Gunnarsson gerur svo vel. Forseti, bæjarstjóri og félagar. Ég veit svo sem ekki alveg hvað maður á að segja. Ég nokkuð sammála báðum en ég þekki ekki lagalegu hliðina. Við erum búin að ganga til samninga og finna verð við orkusöluna en síðan kemur einhver nýr aðili og vill koma að staðborðinu. Hvað gera þeir orkusölum meðan þá? Geta þeir bara farið mál við okkur? Þannig ég nú svona svolítið hugsi út í þessu. Ég var að lesa til dæmis núna bréf frá Frosta Sigurðssyni þar sem hann að skrifa þessa orkusölu
og afleiðingarnar af orkupakka 2 og þetta er akkurat afleiðing af því. Við munum fljótlega finna afleiðingarnar af orkupakka 3 sem við erum nýbúin að samþykkja. Ég ætla bara að vekja athygli á þessu sko. En ég er sammála þessari sölu á rafveitunni. Ég sé engan grundvöll fyrir því að reyna að reka þetta áfram. Viljum við stækkana, vilja Reyðfirðingar stækka lónið og hafa það hérna fyrir ofan sig, eru fjarðarbúa tilbúin til þess að fara að setja mikið af peningum í svona orkuveitu. Hætta við að byggja leikskóla á Eskifirði og aðra framkvæmdir sem við erum búin að setja á blað og fara að setja það bara í einhverja virkjun upp á hér upp í dal. Ég er ekki viss um það. En rafveita Reyðarfjörður verður aldrei rekin öðruvísi en að fara í stór framkvæmdir og stækkana, hún er ekki að framleiða nema fyrir 9 milljónir á ári sko. Það er eins og menn átti sig ekkert á því. Þetta er ekkert rafveita Reyðarfjarðar sem er að framleiða þessu orku. Við erum bara að kaupa hana með peningum fólksins, þessu orku, og endurselja hana. Þannig að ég er síðan svolítið hugsi og hissa hvað hefur gerst í þessu máli að nú snýst málið að allt í einu verðið. Ég held að þetta væri bara eitthvað sem menn væri með svona svolítið á höfðinu, hvað þetta væri orðið gömul rafveita, það mætti ekki selja hana og við vildum endilega fá að eiga hana. Nú er það ekkert orðið mál lengur. Nú snýst það bara hvort við höfum náð hámarksverði fyrir þetta. Og ég veit ekki. Þessi braskarar sem er að bjóða í þetta núna er bara fyrirtæki sem er búið til þess að búa til peninga. Ég held við ættum að halda okkur bara við opinbera stofnun. Ég held það. Takk. Takk fyrir hún Dýrun Pála, beðum orðið Skaftóttir, gerðu svo vel Dýrun. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Það er liður 2 í fundargerð bæjarráðs. Bæjarráð hefur samþykkti núna áðan að taka ekki afstöðu til þessa erindis sem kom frá orkumiðlun. Þegar við komum að borðinu við þá í minnihlutanum að þá er kaupsamningurinn liggur fyrir. Það eru samningaviðræðurnar eru nú þegar hafnar við Rarik og orkusölu. Vissulega þá er okkur náttúrulega þröngur stakkur búinn. Við erum þegar komin í samningaviðræður og þegar að opinbera tölur eru settar fram, eða sem sagt tölur á kaupum, að þá getum við ekki annað en að ég mata þá þar að það get ekki tekið afstöðu til þess erindis sem að barst svo um viðræður. Því að þegar uppi stendur, eða sem sagt þegar að verðmiðinn er settur fram, þá er ekki eða mjög erfitt að setja til hliðar þær viðræður þegar einhver annar er svo tilbúin að skoða þann verðmiða þegar er komin. En ég er hins vegar spyr mig hvort að við hefðum einhvern tímann átt að setja fram þennan verðmiða og við getum endalaust talað um það og haft skipta skoðanir um það. En eins og Raggi sagði, það er náttúrulega sölu hlutin af þessu öllu saman er náttúrulega ekki, og dreifir hlutin, þetta er náttúrulega sitt hvort hlutin þannig lagað, en það hefði verið gott held ég að við hefðum getið farið í umræður, leitað okkur tilboða áður en við fórum út í þetta stóra mál.
Þakka fyrir dýrun, ég ætla að fá að kveða með ljós. Að nýju, kannski aðeins undir þessum lið og kannski í ljósi þess sem hér hefur sagt og vekur nú margt mína furðu í þeim efnum. Það hefur verið í þessu máli núna og líkt á áður eins og ég sagði frá á fundinum í gær að þegar við kynntum Fjarðabyggð til framtíðar skýrslu KPMG sem unnum fyrir okkur síðasta kjörtímabili þá var þetta einn af þeim málum sem þar var undir kynnt hér á íbúafundum fekk heilmikil viðbrögð og heilmikla umræðum manni eftir og íbúfundur reða fyrir eðlilega á þeim grundvelli var þetta skoðað og farið í þáverandi bæjarstjórn og þáverandi meirihluti tók þá ákvörðun að ganga ef það er það þessu þá er þið gengið til samninga við opinbera aðila. Á þeim grundvelli er farið í þetta mál núna því að það lá ljóst fyrir eins og við sáum að rekstur rafveitunar okkar var ekki að léttast, eðlilega. Hann í þeirri umhverfi sem honum er búið í dag og mun vera búið til frambúðar myndi þyngjast í þeim tilliti að það ætti að koma til þessu aukin tilkostnaði við að halda utanum hann sem skýrum hætti. Þetta lá fyrir í mars þegar að bréf barst frá Landsvirkjun umsögn og samningum þá með formlegum hætti og svo framvegis. Í þessu ferli öllu hafa við rætt þetta saman. Það hefur aldrei verið neitt annað undir því vegna þess að þetta er mjög mikilvægt að bæjarstjórn og menn hafa verið sammála það allavega hingað til. Menn stæðu þessu saman, menn mætu það saman og menn væru áfram í þeirri vegferð að fara með þetta til opinbers aðila. Að ég veit ekki hvernig mun upplifa svo sem viðskipti, en ef ég fengi að heyra það að ég væri búin að ljúka samningum, það væri búið að kynna verði sem væri búið að semja um til þess að fara með það í opinbera kynningu og taka svo afstöðu til sér, að fá það svo að heyra það í dag, að það væri annar aðili kominn sem hugsanlega getur borgað jafnvel eitthvað meira. Ég myndi líta á sem uppsögn á þessu samningi. Ég myndi bara líta á, ég myndi telja það að sá aðili sem við mig væri búin að semja og hefði lagt á ríka áherslu sem við gerðum og ræddum hér á fimmtudaginn að birta þessar tölur til þess að þetta fólk hefði það til hliðsjónar í þeirri umræðu sem ætti sér stað hér á íbúafundi. Og þess var sérstaklega getið að ég best meit í hádegisfréttum á föstudaginn og komið inn á Austurfrétt sama dag að ef ég ætti að fara einhverjum uppbóðsleið, ég myndi líta á að það væri mikill álit snekkir fyrir þann sem ég væri að semja við. Ég held að það sé hljóta að vera. Og menn geta kannski leyft sér það í einhverjum einstaklingsviðskiptum með minni hagsmuni, en sveitarfélög gera það ekki, að mínum mati. Að sjálfsögðu er það ekkit minni skylda annarra bæjarfulltrúa að gæta þess að menn séu hverju sinni að fá það sem kemur samfélaginu bestu. Sú skyldi ekki bara ganga þessu verði eins og kynnt gær. Sú skyldi líka ganga því að við séum að fara með þessi viðskipti í þann farveg sem við viljum að það sé gert fyrir íbúana, í opinberri eigu. Það er ekkert síður skylda fólks sem bæjarfulltrúa. Og hvernig hagsmuni þess samfélagsins tryggður til frambúðar. Ég, svo sem get að vörslunni ekki tekið það sem ég er komið áður, mér hugnast ekki í öllu leyti svo þróun sem er raforkjörnum. En hún er til staðar, hún er að skapa umgjörð. Ég get þá áfram staðið að því að með þessu máli að það sé undir opinberu fororði og með þá vegferð fórum á stað og við þá vegferð ætla ég að standa. Hvað svo sem breytist í því og fá bréf inn í gærkvöldi, það, mér finnst það bara, ég segi eins og aðri hefur sagt það, mér finnst það bara ekki vera til þess að maður geri viðskipt á þeim grundvelli. Þannig að fleira, ætla ekki að taka máls, Einar Már hefur beðið málið í gerðisverð Einar Már. Forseti, bara örstutt því að við ræðum væntanlega betur undir 8. dagskrárlið rafveitur Reyðarfjarðar. Bara aðeins af því að
Ragnar spurði hér hvenær hefur átt að sína áhuga. Það er ýmis tímaskeið sem ég geti bent á í þeim efnum. Ef þeir hafa mikinn áhuga á því að komast í slík viðskipti eins og þarna virðist vera, þá hefðu vantanlega fylgst vel með og jafnvel haft frumkvæði að því og sendt bara á alla sem til greina kæmu að selja og látið vita þeir hefðu á því áhuga að kaupa. Það var ekki gert. Í fundargerð Eignarskipulags- og umhverfisnefndar frá því marsmánuði síðastliðnum kemur fram að Landsvirkjun hafa verið að segja upp samningi við rafveituna. Þar hefði verið möguleiki fyrir þessa ákveðnu aðila að láta vita að þeir hefðu einhvern áhuga. Þann 12. desember síðastliðin þá birtist frétt á Austurfrétt, þannig ef þeir hefðu verið á vaktinni og haft mikinn áhuga þá hefðu þeir getað sendt bréf þann dag til dæmis, en af einhverjum ástæðum þá gera það ekki fyrir ekki ær og þá eru allar tölur framkomnar og ég ætla ekki að endurtaka það sem ég sagði áðan, en nema bara það að ég get endurtekið að ég hef bara ekki áhuga á viðskiptum við slíka aðila. Takk fyrir Már, ef við fleiri hvað þessi hljóðs undir fundargerð bæjarráðs. Svo verðist ekki vera, þá ber ég hann upp til samþykktar undanskildum lið 5. Þeir sem fundargerðina samþykja á undanskildum þeimlið, vinslaskeiðamerki, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá verð ég að biðja Ragnar að víkja úr sal og þá tökum við fyrir lið 5 sem er aukin framleiðsla laxa á 3000 tonnum af laxi í sjókvíum í Reyðarfirði. Þetta eru beiðnum umsögn. Þetta er beiðni frá Matvælastofnun sem hefur farið fyrir Eignarskipulags- og umhverfisnefnd á fundi í gær 13. desember. Nei, hún er dagsett 13. desember náttúrulega, en fundurinn var þann 16. Þannig verður óskað eftir umsókn sveitarfélagsins í tengslum við umsókn laxa sem hefur verið til nokkurs tíma í meðförum Matvælastofnunar og jafnframt því hefur verið svarað á grundvelli minnisblaðs sem saman tóku atvinnu- og þróunarstjóri, umhverfisstjóri og sviðstjóri umhverfis- og skipulagssviðs. Þetta er innan þess marka sem nú þegar er í burðarþoli og sveitarfélagi hefur veitt umsagnir áður, þannig að orðið er laust þennan lið, en bæjarráð tók undir að samþykti framlagða umsögn sem nefndin hafði ógert í gær. Engi kanns ljós, ég ber hann upp til samþykti þennan lið, hann er samþykti með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar gangi sala 9, alveg fram að já, hann þegar kemur aftur. En þá er hér næst á dagskrá fundargerð Eignarskipulags- og umhverfisnefndar með 249 og líkt og áðan þá er liður 4, það er sami liður, þannig að við munum taka hann sérstaklega til umfjöllun og atkvæðagreiðslu hér í lokin, en fundargerðin að öðru leyti til umræðu, vill einhver hvað þessi hljóðu sem fundargerð Eignarskipulags- og umhverfisnefndar. Svo virðist ekki verið, ég ber hann til samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum og þá þarf ég að biðja Ragnar að víkja úr sala 9 og taka lið 4 sem er sama umsögn til þess að öllum formsatriði sé nú uppfyllt. En Eignarskipulags- og umhverfisnefnd tók þá fyrir áðurnefnda umsögn sem unnin var af embættismönnum, fjallaði hana og samþykti og vísaði til bæjarráðs. Vill einhver þessi hljóð sem þessi umsögn hennar lið núna? Svo virðist ekki verið, ber hann upp, hann er samþykktur með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar gangi sala 9 og hér erum við þá komin í lið 3 sem er fundargerð landbúnaðarnefndar nr. 25 og orðið er laust fundargerð landbúnaðarnefndar. Vill einhver kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera. Ég ber fundargerð landbúnaðarnefndar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það fundargerð Hafnarstjórnar nr. 233. Leið og ég opna mælendaskrá og skal þetta fá að taka hér aðeins til máls undir hér nokkrum liðum sem hér tengjast, eða kannski einu sérstaklega sem eru liður 2 í fundargerð Hafnarstjórnar sem er tengist rannsóknum sem við átt núna nokkuð skeið í tengslu við fyrirhugaða efnistökusvæði af hafsbotni í Hellisfirði. Eins og með þekkja hafa séð í fundargerð Hafnarstjórnar og svo sem víðar því að við höfum ekki verið að öllu leyti sátt við þá seinagangsafgreiðslu sem átt sér stað hjá Orkustofnun með þau efnistökumál sem hefur verið að vinna í. Við erum mjög aðkreft með efni og þurfum að taka efni úr sjó og þetta er haft bara reynd og beint og við höfum áður komið hér inn á grundvelli bæjarstjórnar
að við teljum okkur hafa orðið fyrir bara fjárhagslu tjóni af töfum á þessum efnistöku leifum sem tengist náttúrulega hér skipi sem var hér að dæla á vegum erlendra aðila sem við höfum bundið vonum við að nýta betur en farið úr landi og svo framvegis sem nú áður þekkt og við erum búin að eiga fundi með þetta með Orkustofnun og orkumálastjóra og þar var farið yfir að þeir varu engan hátt að standast kannski þau skilyrði sem þeir hefðu sett sér sjálfur og við hafa sammælst að laga þennan feril. En þarna semst við vorum að taka fyrir niðurstöður rannsóknar. Við fórum í heilmikla rannsóknir því að það þarf að vera nokkuð víst hvernig ástand á kóralþörungu og botndýralífi á þessum efnistökusvæðum. Það náttúrulega stóra málið til þess að fá slík leyfi og við lögðum í slíka rannsóknuna í haust í tengslum við Hellisfjörð og reynda fleiri svæði í Fjarðabyggð. Þau lofa góðu en Hellisfjarðarsvæði það þarf að lesa mjög vel út úr þessu og ræða við leyfisveitendur. Við teljum að það séu vísbendingar í þessum rannsóknum að kóralþörungalíf sé mjög ríkt á þessum svæði og sem við teljum að geti komið þá til álita í við slíka leyfisveitingu þannig að við fólum verkefnastjóra Hafna að ræða við leyfisveitendur nú þegar og þessar niðurstöður sem eru komnar og fá þetta inn í Hafnastöð ný. Við þurfum að svona meta það því að þetta er heilmikið mál þessi efnistökusvæði við hversu fá þau eru í raun og veru og við höfum mikla þörf fyrir efnistöku af hafsbotni. Þannig að þetta er eitt af þessum verkefni sem eru núna og munu vonandi leiða núna fyrir sem fyrst, þannig að við getum þá einbeitt okkur þá á öðrum svæðum við teljum að þetta sé ekki æskilegt að ef leyfisveitendur telja það sé ekki æskilegt að vinna á þessum svæðum áfram. Við höfum verið svo sem að vinna og núna og erum fullu að fara yfir tillögur að viðgerðum á stálþilum. Við eins og með þekkja þá mat Hafnarstjórn af undangenginni úttekt að Hafskipabryggjan á Eskifirði í þar forgangi. Við erum að skoða náttúrulega bara til útskýringa á þessu ýmsa valkosti menn hafa þá til lagfæringa eða breytinga hugsanlega á henni þá í samhliða slíkum viðgerðum sem myndi þá svona rýmka til í höfninu á Eskifirði sem er þröng þar sem aðkoman er að Egersund netagerð og við erum bara erum ákvæðan að senda inn til Skipulagsstofnunar valkost til að fá þeirra úrskurðum hvað tengist umhverfismati og fleiru og erum núna að vinna og munum halda því áfram því að við teljum að það sé líka leiðamenn þær viðgerðir sem þau fari á stálþilunum okkar sem eru að tærast víða þessi elstu til að nýta þá leið tækifæri yfir þann undir að geta þá gert einhverja breytingar sem samhliða því ef það er til bóta fyrir breytt, en ekki segja breytta umferð og breytta notkun hafnarmannvirkjanna með stækkun skipa og fleira. Þannig að þetta er nú það sem ég vildi helst tæpa á í fundagerð Hafnarstjórnar en verkefni þar eru næg og verða áfram eins og áður eins og með þekkja sem það fylgist með endir þetta eina okkar lífæðum. Vilja fleiri kveða sér máls undir fundagerð Hafnarstjórnar. Svo verðist ekki verið að þá ber ég hann eftir Sanðindar, hún er Sanðind með 9 atkvæðum. Þá er það fundagerð menningar og nýsköpunarnefnd með 20 orðið laust hana. Engin kveður sér hljóð sé ber hann eftir samþykktar, hún er Sanðind með 9 atkvæðum. Þá er það fundagerð safnefndar númer 13. Leið og ég opna mælendaskrá óskar að fá að koma aðeins þegar inn á 2 leiði þar eða kannski sem tengjast nú fyrst og síðast Stríðsársafninu. Við höfum verið náttúrulega safnefnd hefur verið á fundum frá því hún hóf starfsemi sína á þessu kjörtímabili. Það har verið einbeitt okkur mjög að því að horfa á söfnun okkar. Við erum að vinna í stefnumótunarvinnu og fleira til frambúðar og erum með Stríðsársafni í ákveðnum forgangi núna og inn til næsta ári. Við erum að horfa til þess að einmitt svona efla það enn frekar vegna þess að við teljum að það sé mikil perla sem við öll þekkjum og vitum. Það er safn sem segir einstaka sögu. Eina sinna tegundur í Íslandi þráttur að það sé til Herminjasöfn, þá er þetta eina safni sem segja held í gagngert bara sögu stríðsárun og hvernig Ísland blandaðist inn í þetta þannig hildarleik og þann umbróta tíma sem breytti svo miklu líka fyrir okkur sem þjóð. Þannig við erum að fólum forstöðumanni í tengslum við erum að fá vettvangsheimsókn nema í safnafræði með háskólan til okkar núna árinu 2020 núna í byrjun árs sem munum vinna fyrir okkur ýmis verkefni. Þetta er mjög skemmtilegt og þetta hefur verið hér áður menn hafa komið hér á Sjóminjasafni Austurlands, við höfum nýtt þetta þar tvissinum áður slíka heimsókn sem hefur skilað heilmiklu eftir sig í ýmsum svona, ekki segja það er gott að fá fleiri til að horfa á þetta. Við erum líka viljum skoða það náttúrulega næsta ári 80 ár liðin frá hernám Íslands sem var 1940 að vera hér með að halda upp á það eða minnast þess.
ekki haldum að minnast þess með ákveðnum hættin og þeir tengslum okkar safn og erum að horfa þetta í málþings núna á komandi voru, náttúrulega í maí eins og með tekja frá þeim degi sem hernámið átti sér stað. Jafnframt höfum við líka óskætti því við bæjarstjóra og forstöðumann safnastofnunar að fara þessu leiti þjóðminjasafnið og þetta er áður, ég segi að þetta hefur áður verið rætt hér fyrir nokkuð löngu, að Íslenska stríðsálfsafnið verði fáið til sýningar og vörslu þá muni sem tengjast stríðsálfum Íslandi og er í vörslu þjóðminjasafnsins. Við teljum að þeir eigi betur heima hér hjá okkur. Við séum búin að uppfylla öll þau skilyrði sem við þurfum sem safn til að taka því og það sé vel við hæfi líka á komandi ári þegar það eru 80 ár liðin frá hernáminu að við fáum það allavega til sýningar þó sem ekki annað á næsta komandi sumri og ég vona að Þjóðminjasafnið taki þessu nú með opnum örmum og samþykki þetta en það áttur að koma í ljós en þetta er svona ásamt ýmsu öðru sem við höfum verið að vinna að í safnend og þið þekkju ég hef farið yfir hér áður á fundum bæjarstjórnar, hvað var það bókasöfn og fleira, við teljum að í söfnunum okkar felist mikil, ekki bara mikil verðmæti í þekkingu og annað heldur líka bara mikil verðmæti í því fyrir okkur sem samfélag, hvað sem er fyrir íbúið að ferðaþjónustu og hvað sem er, það þurfum að nýta það betur. Þannig að það var það sem ég vildi tala safnend, orðið er laust safnend að öðru leyti. Engi hversu ljós, ég ber henni til samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var að fundargerð öldungaráðs, númer 2, orðið er laust þá fundargerð, vil einhver þessi ljós. Svo virðist ekki verið ber henni til samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var að fundargerð barnaverndarnefndar númer 111, orðið er laust hana, engi hversu ljós, ég ber henni til samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál sem þar fyrst undir Rafveita Reyðarfjarðar, málum Rafveita Reyðarfjarðar sem var vísað hér frá síðasta fundi bæjarstjórnar til ákvörðunar af loknum náttúrulega kynningafund sem haldinn var í gær kvöldi hér á Reyðarfirði, fjölsóttu mjög sem ástæða til að þakka öllu því fólk sem tók sér tíma til að koma, hvað sem þetta er að ræða málin að hlusta. Ég held að allir það er til þess að fá að sjá þau rök og annað sem væri undir í ákvörðunartöku bæjarstjórnar í þessu máli. Fá líka að heyra þess sjónarmið og ég held að við getum öll sagt að öll umgöngustu það að mikilli virðingu og skiljum þau rök. Leið gafst okkur tækifæri til þess að kynna þær forsendur sem við höfum haft fyrir framan okkur í allu þessu máli til þess að hafa það til og ég vona að fólk hafi fengið þar þau svör með mörgum af þeim fyrirspurnum sem þar bárust, ég vona að við geta svarað þeim öllum þar voru borðnar upp. Það hafi þá skilning á því hvort sem það verður til þess að fólk hafi tekið aðra breyttum afstöðu, þá allavega hafi það skilning á því að hér sé mál sem hefur verið farið yfir og nálgast út frá rökum, út frá forsendum sem eru og þeirri samtíðsinn og menn sé að nálgast þetta mál að vel ígrunduðu máli. Hvort sem við svo deilum það sameiginlegum skoðunum en þetta sé ekki með neinni fljótaskrift eða neinu slíku. Þannig að hér eins og áður sagði liggja fyrir áður nefndir samningar sem eru við annars vegar Rarik annars vegar og hins vegar orkusöluna. Það finna hér sem er svo hljóðandi þá undir fyrir fundi bæjarstjórnar liggja fyrir kaupsamningar að fjárhæð 440 milljónir króna ásamt fylgiskjölum 1-4 við Rarik OHF fyrir hönd Fjarðabyggðar og Rafveitu Reyðarfjarðar sölu og dreifikerfi og spennistöðum Rafveitu Reyðarfjarðar auk búnaðar og tækja sem fylgja eiga. Einnig kaupsamningur að fjárhæð 130 milljónir króna ásamt fylgiskjölum 1-7 við orkusöluna fyrir hönd Fjarðabyggðar og Rafveitu Reyðarfjarðar sölu og raforkuviðskiptum Rafveitu Reyðarfjarðar yfirtök og samningu við Landsvirkjun ásamt rafstöð og stíflu. Kaupsamningar þessir eru háðir fyrirvara samþykki samkeppniseftirlits hvað varðar orkusöluveitunar og samþykki iðnaðarráðherra og yfirtöku Rarik á einkaleyfi Rafveitu Reyðarfjarðar til orkudreifingar. Leið leggi fram bókun hér sem er hér lögð fram samhliða þessu máli undir henni sem er svo hljóðandi það ætlar að verða mjög ekki prenta neitt út heldur
Eins og bæjarstjórn hefur áður bókað er Rafveita Reyðarfjarðar síðasta dreifiveita rafmagns hér á landi í beinni eigu og rekstri á hendi sveitafélags. Umhverfi og regluverk sem veitum er sett í núgildandi raforkulöggjöf er orðið verulega snúið og umfangsmikið. Langt árabil hefur Rafveita Reyðarfjarðar framleitt 5% í rafmagn svona endurselur en rúmlega 95% hafa verið keypt á heildsölumarkaði. Það ásamt auknum kröfum í rekstrarumhverfi, samkeppni á raforkumarkað og tæknilegum lausnum gera sveitafélaginu erfitt fyrir með áframhaldi rekstur rafveitunar í sínu starfsumhverfi. Það er ástæða þess að bæjarstjórn samþykkir að selja Rarik og Orkusölunni Rafveitu Reyðarfjarðar og starfseminnar. Báðir þessi aðilar eru sérhæfðir í rekstri rafmagnsveitna og sölu raforku í samkeppnisumhverfi. Þá geta þeir nýtt stærðarhagkvæmni og veitt sömu þjónustu til viðskiptavina veitunar til framtíðar. Þá eru Rarik og Orkusöluna fulli í opinberri eigu með starfsemi á Austurlandi og þannig tryggt að notendur rafveitunar sitji við saman borð og aðrir landsmenn hvað varðar öryggi og þjónustu. Það telur bæjarstjórn mjög mikilvægt og er grundvallar ástæða þess til þessara fyrirtækja að leita til kaupa á rekstri Rafveitu Reyðarfjarðar. Þá er það vilji bæjarstjórnar að þeir fjármunir sem sveitarfélagið fer í sinn hlut eftir greiðslu skatta af sölu þess að renni fyrst og fremst til uppbyggingar íþróttahúss Reyðarfjarðar ásamt öðrum slíkum mannvirkjum og samfélagslegum verkefnum á Reyðarfirði. Farið verður í áætlanagerð og skipulag vegna þess eftir að salinn hefur gengið í gegn. Jafnframt mun sveitarfélagið beita sér fyrir því í samningum við Orkusöluna að húsnæði rafstöðvar Rafveitu Reyðarfjarðar muni vera varðveitt og vel við haldið til framtíðar endum að ræða menningarleg verðmæti í sögu Reyðarfjarðar. Haldin var íbúafundur vegna málsins 16. desember síðastliðinn á Reyðarfirði og kynntar þar forsendur þessara ákvörðunar og hvað liggur henni til grundvallar. Á þeim fundi kom fram ýmis rök og spurningar málið sem svarað var og ítreka bæjarstjórn að hún nálgast málið af virðingu fyrir öllum rökum með og á móti í sölu Rafveitu Reyðarfjarðar og hefur skilninga á því að því ekki allir sammála. Þannig að þetta er hér lagt fram, þessi tillaga ásamt viðkomandi bókun, orðið er laust, vill einhver kveða sér hljóðs, Ragnar Sigurðsson gjör svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir í sal. Undanfarnir dagar hafa snúist sölu Rafveitu Reyðarfjarðar, eðlilega. Ég hef verið fylgjandi sölu rafveitunar, sem var ekki léttbær ákvörðun, en hún var tekin að vel ígrunduðu máli eftir að hafa farið vel yfir þau sjónarmið og rök sem fram hafa komið málið. Í þessu máli er ég að fylgja sannfæringu minni og ég skil það vel að Reyðfirðingar margir hverjir séu ósáttu við það. Enda erum við að ræða 90 ára gamalt fyrirtæki sem byggt var upp og viðhaldið af framsæknu fólki hér með hagsmuni samfélagsins að leiðarljósi. Eðlilega ríkja miklar tilfinningar þetta mál. Eftir að hafa skoðað þær áskoranir sem raforkuframleiðsla og sala stendur frammi fyrir, samkeppni á raforkumarkaði, auknar kröfur tæknilega lausnir og ýmislegt fleira í rekstrarumhverfinu, get ég ekki staðið hér uppi og lofað íbúum því að hægt sé að tryggja hámarksvirði rafveitunar áfram. Viðskiptavinum hefur fækkað og regluverkið er verulega snúið og umfangsmikið. Það kann vel að vera að við getum snúið við þessari þróun. Það ætla ég ekki fullyrða og við getum áfram rekið rafveituna með hagnaði. En það er aftur á móti ljóst að rekstrarkostnaður mun koma til með að hækka og í ljósi til dæmis þeirra hagstæðu þjónustu samninga sem við höfum haft á undanförnum árum, að þá hefur það komið fram að þeir renna út núna áramótin. Það eitt og sér mun auka rekstrarkostnaðinn á öllum líkindum. Það hefur verið gagnrýnt meðal annars á íbúafundinum hér á Reyðarfirði í gær að málið hafi verið hulið leyndarhjúp og að ekki hafi allt komið fram eða minnstakosti of seint. Ýmsir eru reiðir vegna málsins. Allt er þetta eðlilegt. Afstaða og skilyrði Sjálfstæðisflokksins, sitjandi minnihluta, hefur verið svo að skynsamlegt sé að selja rafveituna og reyna að hámarka það virði og þann ávinning sem það framsækna fólk sem byggði rafveituna á sínum tíma fær með því að setja það
í innviða uppbyggingu á Reyðarfirði. Undir engum kringustæðum höfum við verið reiðubúin að hverfa frá því og höfum gert það að skilyrða að fjármunirnir fari fyrst og fremst og það strax í uppbyggingu á íþróttahúsi á Reyðarfirði. Fjölmargir hafa látið í ljós sína skoðun málið og þau sjónarmið hafa mörg hver átt fullilega rétt á sér og á þau hefur verið hlustað. Bæjarstjórnin hefur öll verið sammála söluna og ástæður þess. Minnihlutin hefur aftur á móti ekki haft aðkomu að söluferlinu á fyrri stigum málsins, né frumkvæði að sölunni. Okkar aðkoma að málinu eftir að viðræður eru hafnar og máli komið á trúnaðarstig. Þetta ferli hefur verið gagnrýnt og það má eflaust hafa það ýmsar skoðanir. Það var tekist á í gær og verður eflaust gert áfram. Það breytir hins vegar ekki þeirri niðurstöðu að við teljum hagsmunum best borgið með því að rafveitan sé seld. Lögð hefur verið mikil áhersla á það innan bæjarstjórnar að við séum samstíga í þessu máli. Við höfum virt það og talið ríka ástæðu til. Í ljósi þess að þessi áhersla var gegnumgangandi í ferlinu, þá vöktum við strax fram athugasemdum vegna þessa tilboð sem okkur barst hér í gær. Og sögðum að eðlilegt væri að taka viðræður við þá og ég vakti strax athygli á þessu í morgun og hvatti aðila til þess að staldra aðeins við, taka viðræðurnar, ekki síst til þess að eyða óvissunni það að við séum að ganga að einhverju sem að við getum ekki fullvissað íbúin að sé hámarksvirði. Ef að tilboð berst í sölu hluta, nota bene sölu hluta rafveitu Reyðarfjarðar sem hærra en það tilboð sem að við höfum þegar fengið, það ekki skylda okkar að hlusta á þá aðila? Hvar liggur okkar skylda? Það hlýtur að vera okkar skylda að taka opnum örmum þeim sem óska eftir viðræðum eftir að þeim ljóst að hér sé eitthvað til sölu, skoða alla kosti, vega og meta þá hagsmuni sem í húfi, ekki síst Reyðfirðinga vegna. Ég hef ekki séð neitt athugavert við þetta ferli. Við ákváðum það að selja til opinbera aðila. Það var ákveða fyrir stigum. Við höfum gengið þetta skref fullu samstiga. Ég lagði svo áherslu á það að við myndum doka við, ekki hafna neinu, ekki ganga neinu. Könnum hvað þessir menn hafa fram að færa og tökum málefnalega afstöðu til þess. Ekki síst til þess að eyða þeirri tortryggni sem uppi. Ég hefði talið það skyldu okkar. Ég ekki með neinu móti að leggjast hér gegn sölunni. Og ég veit það að hér munu menn standa upp og segja að við séum að svíkjast undan, að við séum að hverfa frá einhverju samkomulagi sem var gert. Ef að ég væri í einhverjum pólitískum lottaraleik hér, þá hefði ég ekki hvatt bæjarstjórnina til þess að doka við í dag. Þannig að ég mun vísa því á bug þegar það framkemur á eftir. Og ég ætla bara að ítreka þessa beiðni mína að ég hvet bæjarstjórnina til þess að staldra við, fresta málinu og tökum upplýsta og málefnalega afstöðu. Þakka Ragnar, Hjördís Helga Seljan Þórósdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarstjóri og aðri bæjarfulltrúar og gestir í sal. Það er ekki auðvelt í dag að vera Reyðfirðingur, það get ég sagt ykkur. Ég kannski hef ekki komið hérna á pontu og sagt það, en ég tel með þær upplýsingar sem ég hef að salan sé skynsamleg. Og ég meina, og fundurinn í gær, hann bara lét mig vera meira viss það. Ég var samt mjög ánægð með samstöðu Reyðfirðinga, ég var virkilega ánægð með
alla sem mættu á fundin. Þegar við einhvern veginn komum á þessu borði, þegar að vera að tilkynna sölu rafveitunar, þá var þetta kynnt fyrir okkur og við vissum svo sem út af samningarnir væri lausir og þeir hafði sagt upp samningnum Landsvirkjun, þá vissum við þetta og það var einhvern veginn alveg samstaða þvert á flokka sem út af því að við vissum að við vildum gera þetta og við vildum gera þetta vel, standa saman. En ég var einhvern veginn samt alltaf á því að þetta fyrir mér er þetta auðvitað vilja fá rétt verð fyrir rafveituna en það er líka mjög mikilvægt fyrir mig að þetta sé í opinberri eigu. Og það verður alveg og þannig að ég set spurningamerki við þessa fyrirspurn sem kom inn í bæjarráð í morgun eða sem sagt var send í gær. En ég hins vegar finnst hefði vilja hafa þetta allt upp á borðinu og ég hef alveg gagnrýnt það. Og ég veit það að Rúnar fékk örugglega mörg stig í gær þegar hann sagði þessa setningu í gær á fundinum en ég veit það líka sjálf að hann satt á bæjarráði og sagði þeir ákváðu það, þeim leist vel á þetta tilboð og ákváðu að fara með þetta til bæjarstjórnar og ég sagði ég er bara ekki tilbúin í þetta. Ég ætla fyrst að tala við Reyðfirðinga sem að við gerðum í gær en ég er alveg ennþá sömu skoðunar. Mér finnst þessi ákvörðun rosalega erfið en ég ætla samt að vera samkvæm sjálfum mér því að mér finnst þetta rétt ákvörðun. En já, þetta var nú bara það sem ég vildi koma og segja. Þetta verður aldrei auðvelt, það er alveg á hreinu. Verður örugglega ekkert auðveldar að vera Reyðfirðingur hérna jólin, sko. Takk fyrir. Takk fyrir Hjördís, Dýrum Pála, skal þetta gera svo vel, við beðum orðið. Forseti. Varðandi þessa bókun okkar og varðandi það sem hefur svo komið fram eftir, þá hef ég það að segja að ég tek undir orð Ragnars og ég tel að við ættum að staldra við í virðingu við Reyðfirðinga og nærri aldagamla rafveitu þeirra. Að öðru leyti er ég samþykk bókun bæjarráðs og sölu á rafveitunni. Takk fyrir Dýrun, orðið laust. Eydís Ásbjörnsdóttir, gerðu svo vel. Forseti, þetta er ekkert léttvæg ákvörðun að selja rafveitu Reyðarfjarðar og ég ber virðingu fyrir þeim skoðunum sem hér hafa komið fram sem á íbúafundinum í gær og þeim tölvupóstum og samtölum sem við höfum átt. Reksturinn er flókin og þungur eins og hefur komið fram og það léttir ekki eftir að Landsvirkjun sagði upp þjónustusamningum sínum við Rafveitu Reyðarfjarðar sem þýðir það að við þurfum að kaupa rafmagnið á heildsölu markaði en til þess þarf sérþekkingu á orkumarkaði til að vinna slíka vinnu og það er bara, við hefum ekki alveg haft þá innviði til að sinna því og þetta aukna umhald og stjórnun það gerir að ég fylgi aukna kröfur á orkulögunum. En það er ekki verið að tala um þetta núna í fyrsta skipti, sem sagt umræða sölu Rafveitu Reyðarfjarðar og árið 2016 var svo vinna unnin og svo sá grunnur var í rauninni lagður þá af þeirri vinnu sem við erum að samþykkja hér í dag. En við erum búin að taka ákvörðun að Rafveita Reyðarfjarðar verði áfram í opinberri eigu til að tryggja bæði öryggi og þjónustu og ég mun standa við það. Orðið laust. Og aðeins að kveða með stuttlega ljós. Ég svo áður sagði í inngangi mínum fyrir mælti öðru þá ber ég mikla virðingu fyrir þeim skoðunum sem hafi verið komið á framfæri við mig hvort sem var í gær á liðnum dögum hér á Reyðarfirði. Ég skil afskaplega vel tilfinningar fólks í þessum málum með þetta fyrirtæki sem hér hefur starfað í að verða 90 ár. Var stofnað til, eins og ég
las sögu Rafveitu Reyðarfjarðar, samantekt sem ég fekk fyrir mörgum árum hjá Sigfúsi Guðlaugssyni, fyrirverandi rafveitustjóra, rór okkar, að var stofnað til á vissuleyti á vissum félagslegum grunni sem þannig gerir náttúrulega söguna kannski líka ennþá sterkari. Það er á þeim forsendum sem einmitt maður nálgast þetta mál, en leið skoða maður þær forsendur sem eru. Því að nákvæmlega svo kom fram í gær í máli og kynningu fjármálastjóra á þeim gögnum sem við höfum haft núna undir, þá breytast hlutir í tímans rás og framtíðin er ekki alltaf alveg ljós þó svo að fortíðin hafi gengið eftir. Og þannig er svo sem kannski það umhverfi sem við okkur blasir í dag. Rafveitan, eins og kom fram hér áðan í umræðum undir fundarliði Bæjarráðs, rafveitan þetta getur farið í stækkun. Hún gæti aukið framleiðslu sína með miklum fjárfestingum, þá gæti hún það. Það er auðvitað svo spurning hvernig sú framkvæmd myndi snúa að bæði náttúrulega íbúum hér í tengslum við ætlum að auka vatnsöflun, við ætlum að stækka stíplur, við ætlum að búa til lón, það liggur alveg fyrir. Ef að framleiða stafn það þurfa að vera til lón og bakvið slíkar virkjanir til þess að verjast náttúrulega bara þeim aðstæðum sem kom upp í kraparhríðum eins og núna, þannig að þegar rennslisvirkjanir eiga í erfiðleikum eða taka inn vatn til þess að fá dýpt í þau, til þess að hafa öryggi á því að geta framleitt. Við þurfum að fara þá í gegnum töluvert mikla umræðu það hvernig við viljum sjá slíka uppbyggingu fyrir sér, hér fyrir ofan byggðarlagið okkar á Reyðarfirði. Með þeim áhrifum sem það hefði á vatnsbúskapinn í Búðará og annað slíkt. Allt er þetta hægt, en það er spurning, er það rétt að sveitarfélagi standi í því? Rekstur rafveitu hefur þetta alltaf verið flókin, en það umhverfi og umgjörð sem henni skapaði þetta er ekki síst til þess að einfalda eitt í neitt. Það eru orðin uppi meiri og harðari kröfur allskyns sérfræðiþekkingu, að halda utan söluhlutan, samkeppnina, áætlun á því hvað maður á að kaupa mikið rafmagn. Og þegar maður framleiðir mjög lítið að því og þarf að endurkaupa það til að selja, þá má man ekki bregðast mikið bóðalistin í þeim efnum til þess einfaldlega að reksturinn sé ekki þá standi ekki undir sér. Allt er þetta hægt, en það myndi kalla á aukinn kostnað og hugsanlega þá rýra þann möguleika, þann rekstrargrunn sem nú er til staðar undir henni. En svo sannarlega eru þessi hlutir hefur maður velt þeim fyrir sér og allan hann mögulega hátt í þessu ferli. Að gera þetta með þessum hætti og ganga til samningaviðræðna við opinberan aðila var þá sá kostur sem maður taldi að væri þá næstur í stöðunni. Að vera ekki að leggja þetta fjöregg undir sem stofnaði til á félagslegum grunni, sem grundvallar þjónusta fyrir fólk hér á Reyðarfirði, í þéttbýlinu á Reyðarfirði, að hún kæmist á í hendur aðila sem hefði sömu skyldur og við höfum sem sveitarfélag og þess vegna var gengið til samninga við Rarik Orkuna. Það má það deila og ég tek að þeirri gagnrýni algjörlega eins og maður kalla leyndarhjúp þetta. Samningaviðræður í eðli sínu er oft þannig að til þeirra það þurfa að vera ákveðin trúnaður með að menn ná saman á þeim forsendum hvort að menn náu saman. Og þegar það lá það fyrir hjá okkur hér á bæjarstjórnarfundi síðast, að bæjarstjórn samþykkti að kynna það leið að birta verð sem væri í boði til þess að það væri hér til umfjöllunar. Ég ætla ekki að endurtaka allt sem ég sagði hér áðan undir liðnum hvað var íslenska orkumiðlun. Ég stend við það, þetta er mín skoðun á þessu. Ég tel að til þess að hafi verið gengið þessa samninga af fullum heilindum við Rarik og Orkusöluna með ákveðna forsendur undir að leita til þessar aðila
Það hefur ekkert breyst í þeim að mínum mati, þeim forsendum. Það er rétt að hefur komið fram hvernig áttu þeirra uppfinna það að við verum að selja. Það er svona kom fram ágætlega einanum að ráðan. Ef væri mikill vilji til að fara inn þá geta maður undan. Það er rafveita Reyðarfjarðar er búin að þekkt stærð mjög lengi þó hún sé afskaplega lítil. Þá geti mann bent að því. En fyrst og síðast náttúrulega fara menn í þá umræðu þegar menn sjá þetta hér. Og til að sá einhverjum fræjum ákveðna tortryggni að menn séu hlunnfarnir. Líkt og ég svaraði í gær þegar ég fekk þessa fyrirspurn hér á Reyðarfirði, þá tel ég það að við höfum náð ásættalegri niðurstöðu báðir aðilar verð. Gæti verið hægt að fá fleira, það er meiri hærra verð fyrir þennan hluta, það er möguleiki. En til þess hefði maður þetta fara aðra vegferð sem við einfallega lögðum ekki upp með í byrjun. Við lögðum upp með það að þetta væri til opinber aðila. Þannig væru ákveðin grundvallar sjónamið undir það að þjónusta fólk með rafmagn uppfyllt sem við hefum gert í 90 ára sögu okkar hér. Við værum framsæði hendur á aðilum sem hefðu sömu forsendur undir og við það stendur. En með mikilli virðingu vill ég nálgast þetta mál og virðingu fyrir skoðunum þeirra sem ekki eru sammálaði og virði það algjörlega. Orðið er laust. Rúnar Gunnarsson. Forseti, ég var ekki hér 2016 þegar að þessi umræða var stóð sem hæst og þess vegna var ég svona efins fyrst þegar að var byrja að ræða þessi mál. Ég þurfti að spyrja margra spurninga og fá mikið af svörum. Ég er búinn að fá mjög mikið af tölvupóstum og margar spurningar sem ég hef reynt að fá svör við. En niðurstaðan hjá mér er alveg orðin skýr. Ég held að sé ekki annað í stöðunni en að selja. Þá ætlum ég minna ykkur aftur á það. Það er fyrst og fremst vegna orkupakka 2. Það sem þið skilja á milli framleiðslu og sölu. Og eftir það þá er þetta ekki, þessi rekstur ekki hægt lengur. Og ég sagði ykkur líka áðan að þetta er rosalega lítil rafveita og ætla að fara að gambla með það eitthvað, orkusalan, þeir vantar að loka henni, öllum líkindum og vonandi gefa þær okkur bara húsið og rafveituna eins og hún mun verða, vonandi. Þannig við getum búið úr þessu bara fallegt safn og sem verður skemmtileg minning fyrir alla. En ég ætla að segja já, ég bara frá hjartanu, ég sé ekki möguleika á að rekka þetta. Það er alveg sama hvernig ég reyni að skoða spurningarnar. Ég benti mönnum á það fyrir fundin í gær á leiðir til þess að menn gætu hugsanlega gert þetta sjálfur. En það komu enga leiðir fram á fundinum. Ég var löngu búinn að benda þeim á leiðirnar sem var hugsanlega hægt að fara. Þannig að það virðist nú ekki vera rosalega mikill áhugi en menn vilja svona kannski þrassa svolítið við okkur. Eins og kom nú fram á fundinum í gær hjá ákveðnum manni, þá eru við þetta bara asnar sem erum að standa hérna. Hann sagði okkur það bara beint út. Það átti að taka peningana sem kemur út úr þessu, setja inn á sérstaka bók og fá svo alvöru fólk til þess að fara með peningana. Þannig að ég vinn bara ennþá samkvæmt þessu. Óttalegur asni. Takk. Takk að Rúnar Ragnar Sigurðsson, gerðu svo vel. Ég get nánast tekið undir hvert það sjónarmið sem hefur komið hér fram. Og
ég virði afstöðu allra hérna inni. Ég skil þau sjónamið sem að hér hafa verið lögð fram á borðið. Og ég sammála þeirri bókun sem að hérna kom fram. Og það eru allir hérna inni að taka afstöðu með hagsmuni bæjarbúa að leiðarljósi. Við dettur ekki í hug að fullyrða annað. Og ég hef fylgt minni sannfæringu alla tíð í þessu máli. Þrátt fyrir talsverða andstöðu hérna í samfélaginu, þrátt fyrir alls konar sjónamið sem að ég hef ítrekað, farið og skoðað, ég hef velt upp öllum þeim spurningum sem að á mig hefur verið beint. Allir þeirri gagnrýni sem ég hef fengið hérna í samfélaginu undanfarna daga út af þessu erfiða máli, hef ég skoðað. Og ég segi alveg eins og Hjördís Helga, ég var jafnvel enn sannfærðari eftir fundin í gær og eftir kynningu fjármálastjóra heldur en ég hef verið fram til þessa. Og ég hef virt það ferli sem við ákvaðum hér, þó svo að við höfum í minnihlutanum aldrei setið í samningaborðið með þeim aðilum sem að gera kauptilboð. Við höfum aldrei setið við borðið og sett fram okkar sjónamið eða spurt þá varðandi einstök atriði. Við höfum einfallega treyst meirihlutanum í því og við höfum virt það sjónamið að vera samstíga í þessu máli. Þegar að mínar athugasemdir koma fram í dag, þá hefði ég ætlast til þess úr því að ég búin að vera samstíga þeim allan þennan tíma að þau hefðu geta gert því sama hvað mig varðar og gert ekki nema bara það að doka við og sjá hvað þessir aðilar eru með á borðinu. Hvaða glæpur eiginlega fólkin í því? Og hér koma menn, standa upp, saka þetta fyrirtæki sem ég þekki ekkert til að það sé einhver lottaraskapur í gangi, að þeir sé að setja þetta fram til þess að búa til einhverja úlfúð. Það bara gengur ekki. Við hljótum að geta sest niður, staldra við, tekið viðræður við þá og sjá hvað þeir hafa fram að færa. Eftir öll þau sjónarmið sem komu fram á íbúafundunum í gær, þá held ég að sé engin hætta fólkin í því. Tilboði stendur enn, við erum ekki að hafna því. Og ég vildi ekki standa hér uppi og þurfa að segja þessi orð hérna vegna þess að ég vildi að við værum áfram samstiga og ég hef allan tíma lagt á það áherslu og verið sammála meirihlutanum í því. Og það hefur ekkert komið fram hér sem segir mér af hverju við getum ekki frestað umrættum máli og kanna hvað menn hafa fram að færa. Það er enginn að tala um að hafna þessum kaupsamningum. Og á það hefur verið bent hérna að við viljum halda þessu í opinberri eigu. Rarik í opinberri eigu, dreifikerfið í opinberri eigu. Á það var bent í gær á fundinum með íbúum og á það hefur verið bent sem rök fyrir sölunni. Að söluhluti Rafveitu Reyðarfjarðar á samkeppnismarkaði og hér geta menn gert samning við hvaða fyrirtæki sem opinbert eða ekki. Þannig að valið hvort sem íbúana. Og ég held að það hljóta vera þó svo við leggjum áherslu á það að selja til opinbera aðila. Að við hljótum að spyrja okkur að því og minnst á kosti kanna hvað það kostar okkur. Hvað eru einkageirinn tilbúin að borga? Og ef það kemur í ljós að það sé umtalsvert hærra, að þá hlýtur einhvað að vera að því tilboði sem við höfum fengið. Það ætti þá til þess að vera þá minnst okkur til þess að opna augun okkur gagnvart því og enn frekari ástæða til þess að staldra við. Eitt af því sem kom fram á íbúafundinum í gær var það hvort að við getum haldið eftir virkjana hluta Rafveitu Reyðarfjarðar. Þetta það sjónamið sem ég hef haldið að væri best til þess fallið að skapa sátt söluna.
Ég hefði haldið að við getum gengið frá sölunni, haldið eftir virkjanarhlutanum og mér finnst það álitlegt sjónarmið og ég skilð það. Það í rauninni það sem er tilfinningalegt virði Reyðfirðinga. Það snýr að virkjuninni sjálfri. Ég þekki ekki til hvort að það sé hægt. Mér skilst, eftir því sem að ég hef fengið upplýsingur að svo sé ekki. Ef að við stöldrum við hins vegar núna og ræðum við þessi aðila sem að hafa komið með kauptilboð sem okkur varla bannað. Þetta samningar tveggja aðila. Þá getum við kannað hvort að það standi til boða. Að selja söluluhlutan, selja dreifikerfið en að halda eftir virkjuninni. Orðið laust hér þessar tillögur. Enginn þessi ljós, þá ber ég upp áður nefnda tillögur sem var kynnt hér áðan og svo hljóðandi. Liggja fyrir kaupsamningar að fjárhæð 440 milljónir króna við ásamt fylgiskjölum 1-4 AREC OHF fyrir hönd Fjarðabyggðar Rafveitu Reyðarfjarðar sölu á dreifikerfi og spennistöðvar Rafveitu Reyðarfjarðar búnaðar og tækja sem fylgja eiga. Einnig kaupsamningur að fjárhæð 130 milljónir króna ásamt fylgiskjölum 1-7 við orkusöluna fyrir hönd Fjarðabyggðar Rafveitu Reyðarfjarðar sölu og raforkuviðskiptum Rafveitu Reyðarfjarðar yfirtöku og samningu við Landsvirkjun ásamt rafstöð og stíflu. Kaupsamningar þessir eru háðir fyrirvarum samþykki samkeppniseftirlitsins hvað varðar orkusölu veitunar og samþykki iðnaðarráðherra á yfirtöku RARIK og einkaleyfi Rafveitu Reyðarfjarðar til orkudreifingar. Ég ber þessa tillögu upp til samþykktar. Hún samþykkt með 7 atkvæðum, einhver á móti. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks greiða atkvæði á móti. Þá ger ég jafnframt ráð fyrir að bókun sem var lesin upp áðan sé þá að hendi bæjarfulltrúa Framsóknarflokks, Fjarðalista og Miðflokks. Þá hér ekki fleira funda en ég þarf að kynna hér fundartíma bæjarstjórnar. Og nú verð ég að biðja bæjarfulltrúum að veita mér örlitla stund, ég þarf að labba hér fram og sækja þá tillögu til bæjarritara augnablik. Ég gleymdi henni á. Þá getur bæjarfulltrúar örlitla stund á þenni slítfundi, þá þarf ég að fá, við vorum búin að setja upp og ég var ekki með hana hjá mér, ég láðist það, að bæjarstjórn einn getur samþykkt og boðað fundi sína og þannig ég þarf að fundadagskrá okkar tæmd þar málum, þannig ég ætla að leggja nú fram fundadagskrá bæjarstjórnar fram á vorið, fram af sumarleyfi bæjarstjórnar. Og við stillum það náttúrulega að venju samkvæmt upp með 1. og 3. fimmtudag meginreglan í mánuði en enga síður riðlast hann aðeins til í tengslum við leyfi, við frídaga og annað fyrsti fundur bæjarstjórnar á nýju ári, minni bæjarfulltrúa fundur með ungmennaráði Fjarðabyggðar áður kynntur hér daginn að eins og við þekkjum þá var það stefna okkar að við myndum funda með ungmennaráði 2 ári. En að reyna að koma þeirri regla á með föstum hætti, tókst nú ekki alveg til núna í haust eins og við viljað þar sem var að skipa nýtt ungmennaráð en við munum hefja fyrsta fund okkar nýja ári með ungmennaráði og íþrótta- og tónlistarfulltrúi nú að undirbúa þann fund með þeim. Og að því að við höfum nú farið mjög ítarlega yfir það, við viljum gjarnan að þetta væri gert að ákveðinni reglu hjá okkur og líka hvernig við nýtum okkur ungmennaráð til umsagnar bæði nefnda og bæjarstjórnar á málum sem að þeim og okkur snúa og við þurfum að fá sýn yngra fólks á sem ég held að sé mjög nauðsynlegt. En ég byrði bæjarfulltrúum að sýna örlitla þolinmæði með að við prentum út viðkomandi blað með þessum fundartímum.
ég skildi það svo til að stíga frá bókunum, ekki? Þetta er stíga sem bara ekki fjársæði. Nei, þetta er að stíga frá bókunum, sem bókunum sem ég kynnt stíga frá. Þeir lögðu til frestun en þeir voru svona samur í sölunni. Þetta er bókun sem ég las upp á, sem ég var með, þeir eru að stíga frá henni, ekki? Líka. Það segir bara að greiðum okkar í gegn. Já, tillögunni. Sölunni. Já, og svo er bókunum sem er sem skýring uppið, þetta er tillagan sem er greiðt atkvæði gegn, það er hausinn, síðan kom tillagan, bókun. Já, ég var bara að sjá hérna, skoða. Ég sé að öðru leyti ekki samþykkt bókum að þessu sölu verðinu.
Já, góða bæjarfundur, ég byrði afsökunar á þessu fundarlið sem var vegna þess að ég hafði ekki tekið með mig tillögu mína hér upp til fundar sem eru fundartíma bæjarstjórnar fram á vorið. Eins og með þekkja þá samþykki bæjarstjórn fundi sína 2 ára ári og búa svo til aukafundur og telur þörf á eða breytir fundartímum eftir sem þurfa þykir, einn getur hún ákveðið það. Þá er þeir svo hljóðandi, það er 9. janúar og 23. janúar, ítrekka að fyrri fundur 9. janúar með ungmennaráði. Það er 7. febrúar og 20. febrúar, 5. mars og 19. mars, 2. apríl og þá gerum við ráð fyrir fyrri umræðum ársreikning, 16. apríl, 7. mæ og 28. mæ, þar sem uppstigningardagur er 21. þess mánaðar, 11. júní og 25. júní. Sumafrí gerum svo ráð fyrir að verði þá til 20. ágúst ef allt er svona eðlilegt eins og menn þekkja þá eftir 20. júní. En það er nú nægur tíminn að hyggja því þegar fram í sækir. Þetta verður þá fært til bókar í lok fundargerðar bæjarstjórnar. Ég þakka bæjarfundurum fundarsitt í dag, óska þeim sem og öðrum sem á þetta hlýtu gleðilega jóla og vona menn eigi notalega stundir hátíðarnar og við mætum hér nýju í bæjarstjórn á nýju ári en nefndir náttúrulega aðnaðu munu halda fram sinni vinnu. Takk fyrir í dag.